Þátturinn í kvöld að mestu leyti tileinkaður Íslandsmótinu í höggleik sem framfór á Korpúlfsstaðavelli við frábærar aðstæður helgina. Þar voru krýndir glæsilegir Íslandsmeistarar í karla- og kvennaflokki eftir æsispennandi baróttu, umspil og bráðabana. Að auki hittum við danskan golfkennara á Akureyri og kíkjum í pokan hjá Heiðu Guðna. Guðrún Brá bjargar einni í pari. Já, hún 2 höggum á eftir Ólafíu Þórunni og Valdísi Þóru fyrir loka brautina. Hún lyftir þessu upp. Það var nú dálítið mikið. Já. Þetta getur kostað. Ólafía Þórunn að vippa fyrir pari. Já, sælir boltinn hennar var inn í trjánum og hún reyndi að slá hann en það gekk ekki betur en að boltinn fór í tréð og liggur á mjög samskonar stað núna með nánast vonlausa stöðu og hún þarf að vippa inn á braut sem sagt sitt 3. högg þannig að hún getur verið að tapa 2 höggum hér. Já, hér mikla sviftingar í gangi á 18. Það mikil dramatík hérna á 18. hjá þeim báðum sem voru í efsta sæti fyrir þessa holu. Og þá spurning hvort að Ólafía Þórunn seti í sitt pút fyrir skolla og tapi 1 höggi því að það nokkuð ljóst að Valdís hún búin að slá. Hún sló en við sáum ekki hvert boltinn fór en væntanlega ekki mjög langt. Nei, hún missir. Þá opnar hún aðeins dyrnar aftur fyrir Valdísi. Þetta sveiflast hérna fram og tilbaka. Það allt galopið í kvennaflokki. Þetta 4. höggi hjá Valdísi Þóru. Hún lyftir boltanum vel. Var nú að gæla þarna við glompuna. Þarna var hún tæp. Meiri hraði í þessum búti heldur en Chippi. Heyrðu, þarna mátti litlu muna. Hún hefði eitthvað treykt sér sigur Það hefði nú verið dramatík. Þetta var rosalegt. Þetta verið að spila fyrir áhörundur hérna. Þetta var mér fjallist hendur hreinlega hér að sjá þetta. Já. Þetta var rosalegt. Þetta sjáum við endursýningu af þessu. Hún horfir eftir honum, sér hann á línu. Þetta hefði verið Íslandsmeistaratitillinn kominn í hús. Nú spurning hvað Valdís Þóra gerir. 5. höggið hennar. Já, svona hér. Já, hún tryggir nú ekki alveg en þetta fyrir sigri. Spurning hvort hún átti sig á því sjálf. Hún aðeins svo stutt. Aðeins of stuttur en öruggur skolli hjá henni. Þar með hún orðin jöfn Ólafíu Þórunni. Hún missir. Nei, þetta sorglegt að sjá. Þessi hola nú aldeilis að veita þeim skrávefi núna. Setur það niður. Þar með það ljóst að þetta 3 kvenna umspil Íslandsmeistaratitilinn. Já, 3 konur á leiðinni í umspilum Íslandsmeistaratitilinn á Korpúlfsstaðavelli. Þar að Sunna, hún slær þennan svolítið þungan. Já, þetta var beint í jörðina. Já, hann skilaði sér. Vel slegið hjá henni. Hún lét boltan bara lenda fyrir utan og rúlla inn. Já, skulum sjá höggi hjá Ólafíu. Hún aðeins svo stutt. Sá hún rak kylfuna aðeins í jörðina í baksveiflunni. Það virtist ekki trufla hana mikið. Nei, hún hélt áfram að sveifla. Lætur boltan rúllað ólunni. Þetta nú dálítið lítið hjá henni. Þá sjáum við hvað Guðrún Brá gerir. Hún virðist nú vera á línu. Já, þetta var ágætlega gert hjá henni. Það var rétt að línan en ekki alveg nógu sterkt.
Sunna aðeins sterkari. Já. Það var ágætis búti á henni. Já, hún ógnaði holunni. Hún setur. Nei, rétt missir það. Þessi hélt ég myndi þetta. Já, hann beygði aðeins af undir lokin. Hún verðist nú vera að stefna beint í glompuna. Nei, hún er mjög styttri heldur en ég held. Þannig að hún er bara á brautinni. Þetta er fínn staður. Já. Og nokkuð stutt tökka eftir fyrir þriðja höggi. Nú er spurning hvort að Ólafía ná að nýta sér högglengdina og koma sér inn á flöt í 2 höggum. Þetta er gaman að sjá frábært golf. Nú er það spurning hvað gerir Ólafía. Kemur inn á flöt. Ég sé að það eru nokkri dropar farnir að koma úr lofti núna. Það er Guðrún Brá Björgvinsdóttir, já. Hann kallaði eftir boltanum að stoppa sem hann gerir. Þetta er ágætis högg. Já, hún er í fuglafærið þarna. Það er spurning hvort hún lyfti og sker yfir hornið eða... Það er gott að sjá þetta sjónarhorn, en það sjáu að það er eiginlega, þetta er alveg upp í horninu á flötinni. Þetta er glæsilega slegið á Sunnu. Já, vel gert, kemur sér í gott færi fyrir fugli. Þetta er pútt fyrir Erni hjá Ólafíu Þórunni. Já, hún hélt sér bara frá svundunni alveg, en þá er hún líka svolítið hægra megin við, nei vinstra megin við. Líklega ekki sérstaklega sátt með þetta pútt. Ekki langt frá því. Nei. En ætti nú að vera tiltölulega örugg með bar hér. Óf, þarna mátti ekki miklu muna. Það var grátlega nálægt þessu. Já, þannig að hún er með örugt par og Guðrún Brá væntanlega líka. Já, nú er spurning hvort að Ólafía tekst að jafna við þær með fugli. Nei, hún missir þetta. Þetta er kostnaðarsamt 3 pút. Virtist nú vera að ýta þessu út til hægri. En fær frábæra lendingu. Já, þarna nýtt hún sér landslagið. Ólafía Þórunn, nú þarf hún að sækja fugl. Hún verður allan að koma þessum bolta nálægt. Svo mikið er ljóst. Hvað gerir hún? Þetta er frábært högg hjá Ólafíu. Þetta er nákvæmlega það sem hún þurfti að gera. Það var það Guðrún Brá. Þarna notaði hún landslagið. Og þetta er ágætista. Þannig að hún er í fuglafæri. Þá er það Sunna fyrir fugli. Já, trygg í parið. Hún gaf dálítið vel í. Maður gat varla andað hérna að fylgjast með þessu. Þannig að hefði hún getað tryggt sér sigurinn. Já. En nú opnar hún dyrnar fyrir Ólafíu Þórunnu. Hún er á stutt. Nei. Í púti til þess að jafna á þessum tímapunkti þá er dálítið erfitt að vera á stuttur. Já, já. Hún setur hann niður. Þannig að hún leka þessar 3 hólur á pari. Jú, já. Aldrei neinn spurning. Þá förum við yfir í bráðabana. Guðrún slær inn á 10. flautina. Já. Aðeins og stutt. Þetta er svo sem ekki slæmur staður. Nei, alls ekki, en hún hefði eflaust kosið að fara alla leið inn á flautina. Þær eru báðar að það er sem sagt að það er örugt mál að
sigurinn hér í dag að vinna titilinn í fyrsta skipti. Þetta betra högg hjá Sunnu en Guðrúnu, hún í þó nokkuð betri aðstöðu en þá það Guðrún Brá. Já, þetta var nú ekki alveg nógu gott hjá henni, hún alls ekki með örugt par. Þetta ekki nógu langt og í rauninni stemdi hann aldrei beint á hóluna, en hún með nokkuð örugt par, þannig að nú mikil pressa á Guðrúnu Brá. Þarna missir Guðrún Brá Björgvinsdóttir pútið. Sunna Víðisdóttir Íslandsmeistari í golfi kvenna í höggleik. Þarna þakka þær hvori annari fyrir. Þær hafa verið keppinautar í gegnum árin. Þetta glæsilegur sigur hjá Sunnu Víðisdóttur. Já, ég bara gæti ekki verið ánægri. Þetta var rosalega barátta. Þú hélst kannski að þú væri búin að missa af þessu þegar nokkra hólur voru eftir. Já, ég náði að spila inn í þetta til að byrja með, en síðan einhvern veginn drösti aftur úr. Þannig að þetta var bara ótrúlega flott að ná að koma tilbaka og ná að sigra þetta. Ótrúlegu sigur þegar þú byrjaðir ekki sérstaklega vel í þessu móti. Nei, við getum sagt að það hafi verið. Ég var ekki að gera mér þetta auðvelt fyrir. Ég var í 17. sæti eftir fyrsta dag. Og hélt að ég væri raun búin að spila mótinu. Ég heiti Heiða og þetta póki minn. Það sem ég með í pókunum mínum TaylorMade Driver R11, skemmtileg blómakóver. Hann 10,5 gráður og regular skaft. Svo líka með annað skemmtileg kóver hérna. Ulla, merkt mér og klúbnum mínum. Það gamalt TaylorMade 15 gráðu 3-3. Hefur reynst mér mjög vel. Bara snillt að kylfa. Það líka regular. Svo ég með hálfvita. Hann Ben Ross. Það eina kylfan sem ég er með sem ekki TaylorMade. Og það líka regular. Og þessi alveg frekar mikið notuð. Góð í röffi og svona. Svo það náttúrulega mikilvægasta kylfan í pókanum. Og klárlega uppáhaldskylfan. Það eina TaylorMade Ghost púter sem maður náttúrulega notar á hverju húlu. Svo ég með 3 vetsa TaylorMade með 52, 56 og 60 gráður. En ég nota svona 56 gráðunar mest. Svo ég með fjallamæli, laupholt sem ég nota alltaf ef ég lengra 50 metrar frá. Annars það bara svona tilfinningin. Það reynst mjög vel. Svo ég með lukkudýr sem svona loðinn selur. Hann fylgir mér alltaf. Hér sjáum við þeir Birgir Leifur með einsöksforskot á Harald Franklin. Reiknaði ekki með nógu miklu. Nú gaman að mikið að gerast. Klippuðu beint yfir á Harald Franklin. Frábær fugl. Glæsilega gert og jafnar bara strax hóluna eftir við Birgir Leif. Svona á þetta að vera. Það þriðja höggi hjá Birgi Leifi. Þetta var vel gert hjá Birgi. Já, mjög vel gert. Kemur sér vel inn á flötinu og jafnvel í möguleika á fugli. Þetta glæsilega gert hjá Haraldi Franklin. Þetta vel gert. Það munaði ekki miklu að þessi hefði dottið. Það var Birgir Leifur með sitt annað högg. Spurning með hvar þessi endar. Þetta frábært högg. Þetta vel gert hjá honum. Kemur sér aðeins yfir flötuna en á fínum stað, sérstaklega úr þessari aðstöðu. Hér sjáum við höggið hjá Haraldi Franklin. Þetta það bil, var ekki það bil 100 metrar eitthvað svo leiðis. Þetta algjörlega stórkostlegt högg. Frábært högg hjá honum. Þetta sjónvarpshögg. Já.
Þetta er frábært par hjá Birgi Leifur Þetta er Hafþórsssyni. vel gert og örugt. Þarna skilur á milli okkar og þeirra. Það er að setja þessi pútt í undir svona mikilli pressu. Og gerir það frábær fugl hjá Haraldi Franklin. Já. Hvað gerir Birgi Leifur? Já, aðeins stuttur en á miðri flöt, þannig að hann er í ágæti stöðu. Já, kíkjum fyrst á púttið, fuglapútt hjá Birgi Leifi. Þetta er frábært Þetta er pút. Já. Vílíkt fugl. Þetta var fyrir sjónvarpið. Hann stoppaði aðeins til að vera vissum að það var allir að horfa á sig. Og datt svo niður. Þetta var alvöru. Þetta var alvöru. Kíkjum aðeins aftur á þetta. Sjáum hérna líka viðbröðin hjá Birgi. Sjáðu. Ætla hann trúið því að hann stoppi eða ekki. Hann fann það strax að það er góður línu. Já. Niðurstaðan er einfallega svo að Haraldur Franklin sló boltan sinn hér tóldi til hægri og hér sjáum hann á heldur óöflulegum stað undir tré. Fleygatinn sett inn á braut aftur. Hann á held ég ekki. Birgir er bara með Pálmann í höndunum eins og staðan er núna. Já, þetta getur verið að hérna sé bara mótið að ráðast. Hér sjáum við höggið hjá Haraldi. Hans þriðja högg. Hans þriðja högg. Hann kom sér bara inn á brautina held ég við hliðin á. Sem er á þriðja hluta vallarins. Virðist stefnuna miðja flöt. Spurning hvort það sé nú langur. Já. Flott högg Þetta er bara örugt högg inn á miðja flöt. Björn, varstu með hvað þetta högg var langt það bil hjá Birgi Leifi? Þetta voru 162 metrar sem hann átti þarna og eins og þið sáuð spilaði þetta öryggi. Já, í þessari stöðu var þetta algjörlega rétt að gera. Þetta er 5. högg Haraldar eða hvað? Þetta hljómaði nú ekki vel hjá honum. Nei, nú er hann býður nú við, hvað gerði hann, hvert fór þessi? Við mistum að þessu ekki. Hann var svo snöggur að slá að myndatökumennir mistu að þessu en hann er eitthvað að missa einbyttinguna núna og flugið. Það virðist vera að hann sé bara að rétta Birgi Leifi Íslandsmeistaratitilinn á silfurfati á þessari braut. Hér er að verða jafnvel 2 til 3 högg að sveifla og þá er orðin ansi erfið staða með aðeins 2 hólur eftir. Þetta er fyrir fugli, ég ætla að segja fyrir flugi. Hann er nú ekki alveg búinn að tryggja hann. Nei, svo Birgi Leif fyrir pari. Hann missir. Þarna missir hann braut, en hér erum við komin á 17. brautina, Birgi Leifur Hafþórsson, sem er væntanlega komið með 3 högga forskot á Harald Franklin. Örlítið og stuttur. Já, þetta er mjög gott högg hjá Haraldi Franklin. Já, hann setur sig alveg í færi fyrir fugl þarna. Þetta er ekki búið enn. Missir hann aðeins frá hólunni? Já, þetta er nú svona í lengra lagi. Hann er alls ekki búinn að tryggja hann. Nei. Þá er mjög mikilvægt pútt hvort að Haraldur geti blandað sér í þessa baráttu aftur. Já. Þessi drengur er ótrúlegur eftir þetta áfall á 16. braut. Það mátti svo sem bókað að hann kæmi tilbaka eftir að fengi 3-faldan skolla. Já, nú setur hann bara pressu á Birgi Leif því að ef að Birgi Leif missir þetta pútt þá er þetta alls ekkert búið. Þá var þetta galopið og þá Birgi Leif fyrir pari. Hann setur hann niður. 2 högga fórustu fyrir loka hóluna í Íslandsmótinu. Birgi Leifur slær. Þessi bolti reyndar ítrút fyrir að fara beint á pinna. Beint á pinna? Heyrðu, það er ekkert varnargólf hér. Nei. Þarna fer hann nú langleiðina með að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Þetta var glæsilegt högg hjá Birgi Leifi Hafþórsssyni. Þegar hann sló inn á, þannig sjáum við það. Þetta er hans annað högg á 18. Já, hann kemur þessu örugglega á flautina en hann á gríðarlega erfitt pútt eftir. Þarna sjáum við góða mynd af þessu hversu langt púttið er sem að Haraldur Franklin þarf í raun og veru nauðsynlega að setja ofan í ef hann ætlar að eiga einhver tjens á Íslandsmeistaratitlinum.
Já, þetta var aldrei nóg. Birgir Leifur í aðstöðu hér til þess að endanlega tryggja sér titilinn. Hér það Haraldur Franklín fyrir pari á 8. braut. Já, glæsilega gert. Hann þarf ekkert á 2 púttum að halda. Birgir Leifur Hafþórsson tryggir sér sigurinn í Íslandsmótinu í höggleik karla. Sjáu þið hér aftur pútti sem að tryggði Birgir Leifi titilinn á 18. braut, 72. holu. Hann vinnur með 2 höggum Harald Franklín Magnús sem að var svo sannarlega harður keppinautur og veitt honum mikla keppni og í raun og veru réðist mótið á 16. brautinni. Það var alveg, þarna kemur sonur Birgir Leifs sem að fagnaði með honum og dró með honum alla dagana og hélt honum í góðu skapi. En þetta algjörlega stórkostlegt mót búið að vera og búið að bjóða upp á mikla spennu, góð og mikil einvígi og endar með góðum, flottum sigurvegurum sem eru nýkrýndir hér, Birgir Leifur Hafþórsson og Sunna Víðisdóttir. Birgir Leifur, þú lítur að vera í skýjónum með þennan sigur? Já, þetta var hrikalega sætt og náttúrulega bara alveg meiri áttar að vinna við svona aðstæður og bara umgjörð, bara meiri áttar gaman. Þetta var gríðarlega spennandi keppni á þér og Haraldi Franklín í dag. Já, þetta var rosalega bara nálægt og hrökk með mér í þetta skipti. Hann var óheppinn á 16. og ég var heppinn kannski á 14. og þannig að þetta var svona datt með mér í þetta skipti og þetta hefði getað vel farið báðum megin. Hver var lykillinn að sigrinum í þetta skipti? Ég myndi segja, ég held mér alveg bara rólegum og þú veist, talaði við sjálf með eitt ekki einu og treysta miðinu og slá í gegn og veist, bara svona hægt og rólega. Ég held að það sé svona lykillinn aðeins og náttúrulega smá heppni líka með. Well, Brian, you're now teaching in Akureyri Golf Club. How did that happen? Well, it happened pretty quick actually. I was in Denmark and was looking for a head pro position. So in Denmark there wasn't a lot of available positions in the Danish club, so I went through the Danish homepage, PGA homepage, and they had Akureyri was looking for a golf teacher. And I made one phone call, and next week I was up there and having a meeting. Yeah. And basically, I mean, 3 weeks later I had my Kenintala. So it happened pretty quick. And so, how do you like it so far? Well, it's been a lot of new stuff, a lot of new people, and just changing from downtown Copenhagen to up here in Akureyri is a big change. In late May, I went down to Denmark to pick up the TrackMan, and then when I came back, when I went down, it was 2 degrees up here and snow all over, and when I came back, 15 degrees and green all over. So the change came like really quick. But no, I'm not used to all this snow. Basically, when it snows in Denmark, all traffic stops if we have this snow, and it's delays all over because people are not used to it. Yeah. And the funny thing is, I were a bit anxious of the language barrier. So should I speak Danish or English or what should we go? But it turns out that if you're pretty good in body language and trying to smile and helping a bit along the way, then there's no problem. Then they absolutely understand what you want them to do. And the Icelandic, how is that coming along? Mjög gott. Já. You're picking up words. I'm picking up words. The younger kids, they are trying to learn me, to count and all kind of Icelandic words, and it's coming along. Tough thing is to actually speak it. Yeah. My mother's from Faroe Islands, so I have a lot of it's the same kind of language, so to say, but then again you have to watch out because some Faroese words are totally different in Icelandic. Do you see any promising golfers, young golfers? We have a lot of kids from the age
8 to 11 that are really promising. And you know, it all goes down to what's happening from 9 to 16. Yeah. Can we keep them interested in golf, and will they develop the right way? And then, you know, there's no boundaries. That I wobbled in my walk and I'm trembling.